Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar og í dag ætlum við að tala fyrirbæri sem að kallast hrelliklám. Við ætlum að skoða svolítið hvað það hvaða áhrif það hefur á þolendur þess og bara samfélagið í raun og veru allt. Þetta hugtak sem að ekkert allir eru með á hreinu eða vita fyrir hvað stendur og ég ætla svo sem ekki að hafa innganginn því lengri nema bara að kynna viðmælanda minn í dag sem ætlar að spjalla þetta og svona út frá ýmsum sjónarhornum. Hildur Friðriksdóttir, meistaranemi í félagsvísindum, stundakennari við Háskólann Akureyri, velkomin. Takk fyrir. Þú hefur verið, það ekki langt síðan þú varst í viðtalið mitt á Stöð 2 þar sem þú varst aðeins að fara inn á þetta og segja frá rannsókninni á þessu. Og ég raunir bara varpa boltanum strax til þín og mér langar svo til að fá bara skilgreiningu þína á því hvað hrelliklám, því ég hugsa þessi margir áhorfendur sem eru kannski ekki endilega alveg með það á hreinu og segja ykkur svo kannski í kjölfæri hversu nú fórst að skoða þetta. Já, þú komst nú svolítið inn á það hérna í innganginum með þetta hugtak hrelliklám að þetta kannski svolítið svona vandræða hugtak. Við höfum svona verið í svolítið vandræða með að finna eitthvað nægilega gott hugtak sem að næri raunin að lýsa því nákvæmlega hvað við eigum við. Og þetta hugtak hefndarklám sem það hugtak sem var hvað fyrst notað svona undanfari þessa. Já. Og það hugtak sem sérst bein þýðing á enska hugtakinu revenge porn sem það hugtak sem hefur verið notað í hinum enskumælandi heimi. Já. Og var sérst bara þýtt þá sem hefndarklám og var það hugtak sem var hvað fyrst notað. En að mörgu leyti mjög villandi af því það í rauninni nær bara yfir mjög svona, getum sagt bara tiltekin hluta af þessum tilfellum. Það næri rauninni bara til þeirra tilfella sem það sem gerandinn í rauninni það sem hvatinn fyrir dreifingunni sá að hefna sín að ná sér niður á fyrirrandi maka eða elsku eða hvernig sem það Þannig að Kvenréttindafélag Íslands kemur fram með þetta hugtak hrelliklám og vill í rauninni leggur til að það sé það hugtak sem notað þá í staðinn fyrir hefndarklámshugtakið. En það kannski ekki alveg gallalaust heldur en þetta var svona kannski ákveðin tilraun til þess að fá einhvers konar hugtak sem næði að lýsa í rauninni hversu alvarleg þessi tilfelli eru vegna þess að þarna verið að vísa í þetta hugtak eldihrellir sem það hugtak sem við notum þá til þess að lýsa einstaklingi sem situr aðra og ógnandi og einhvern veginn ógnar frelsi einstaklings þannig að þá með þessu hugtaki hrelliklám þá væri verið að vísa í rauninni í hversu alvarlegar afleiðingarnar geta verið en þetta ekki kannski nægilega gagnsætt hugtak samt sem áður en það sem að þessi hugtök þau eru sérst notuð til þess að lýsa því þegar annarkvort myndum eða myndskeiðum sem annarkvort sýna nekt eða þá hafa einhvers konar kynferðislega skírskotun, þannig í rauninni þurfi þetta ekki að vera nektarmyndir og þetta var notað til þess að lýsa því þegar slíku myndefni komið í dreifingu þá án samþykkis þeirra sem í mynd og þarna svona ákveðið lykilatriði, það þetta samþykki að það sérst vera að dreifa þessu myndum sérst í leyfisleysi og án samþykkis þannig að í rauninni þetta snýst þetta náttúrulega brot á kynfrelsi einstaklinga en þarna verið að nota myndir og setja í einhvers konar kynferðislegt samhengi og þú gerir það í leyfisleysi án samþykkis og það náttúrulega ekkert annað en bara mjög gróft brot á kynfrelsi einstaklinga þannig að þetta náttúrulega fyrst og fremst bara kynferðisbrot þannig að það eru margir sem að vilja kalla þetta bara stafrænt kynferðisbrot en það svona kannski aðeins víðar og opnara hugtak og nær kannski yfir fleiri tilfelli en þetta sem sagt Já, þetta kynferðisbrot. Þetta kynferðisbrot. Það bara búið að misnota sér aðstæður fólks og í raun og veru taka frá því bara frelsi. Þetta ofbeldi. Þetta náttúrulega ekkert annað en ofbeldi og líka þessi skömm sem fylgir þessu fyrir brottþola náttúrulega svo sama. Þannig að afleiðingarnar þar rauninni að geta verið þær sömu bara í öðrum kynferðisbrotamálum. Þannig að það mjög mikilvægt að því sé haldið til haga að þetta í rauninni
Þarna erum við að eiga við kynferðisbrot og þess vegna er líka mikilvægt að það sé þá viðurkennt gagnvart lögum. Já. Þannig að því að og viðkomandi getur akkurat kannski verið að fást við sömu sko afleiðingar og í öðrum kynferðisbrotum, sömu tilfinningar, sömu líðan, þessa líðan að þurfa að fara í gegnum það, þú veist, bara ég ábyrgð á þessu, skilurðu, sem er náttúrulega ekki vegna þess að þetta er svona næstu því eins og að fara inn í sundklefa og taka myndir af einhverjum og dreifa því, þú mátt vera nakin í sundklefanum, en þú varst ekki búist við því að biðja það að það eru tekna myndir að þú settar á netið, skilurðu. Þú tekur myndir og veist af því, sko, af sjálfu þeirra nögtum, en þú varst ekki búin að biðja það og vildir ekki að þessu dreift, sko. Þannig að það er mikilvægt að þetta sé sagt, sko, af því að þarna er bara svona langur vegur á milli, sko. Akkurat. Og þarna erum við einmitt komin inn á þessa svona klassísku þolendaskömm sem er náttúrulega bara mjög algeng í öllum kynferðisbrotamálum og þetta sem þú ert að koma inn á varðandi samhengið, þetta snýst alltaf líka sko samhengi, þannig að þó að ég sko taki nektarmynd af mér og sendi á kærasta eða maka eða hvernig sem það er, að þá er ég ekki að veita samþykki fyrir því að þeirri mynd sé áfram miðlað. Ég náttúrulega er bara að gera þetta, skilju, trausti þess að þetta sé milli tveggja einstaklinga og í fullkomnu trausti og trúnaði, en ég er ekki að veita leyfi fyrir því að þeirri mynd sé áfram miðlað. Þannig að þetta er náttúrulega mjög gróft brot á bara trausti. Það bara að það væri opin hurða svefnbergina sem að hjón væru að stunda kynlíf, sko, þá þýðir það ekki, þó hurði sé opin og þá eigi öll gatan að koma inn, sko. Þú ert ekki að bjóða öllum að vera með. Nei, að vera með. Það er bara svona, þetta sé bara alveg skýrt vegna sem maður heyrir það stundum og það er akkurat það sem að þolendur verða fyrir og akkurat eitt af því sem verður til þess að fólk kemur kannski ekki fram og kærir eða gerir eitthvað til þess að í þessu máli er að það er svona umræða einhvers staðar í samfélaginu þessum fólk heyrir fólk aðra tala já, fólk á það bara ekki að taka svona myndir af sér og þegar henni var nær eða eitthvað, þú veist, en það verður að, sko, þessi umræða, sú umræða, henni var nær og allt þetta verður til þess að náttúrulega að fólk lifir einhvern veginn í skömm, lifir í þögn og fær ekki hjálp við, sko, hæfi eins og það þyrfti að fá, því þetta er náttúrulega áfall. Og svo er annað líka sem er mikilvægt í þessari umræðu, að þetta beinist, sko, að stelpunum. Maður svona verður var við það, en tilfelli er hins vegar, það var nú að birta skýrsla bara núna í janúar, það var ung stelpa sem að vann skýrslu hrelliklám fyrir Kvenréttindafélag Íslands og þar hafði hún sem sagt framkvæmt rýnihóparannsókn, hún hafði tekið viðtöl við bæði stelpur og stráka og þar kemur fram að strákarnir eru í rauninni mun líklegri til þess að bæða taka sér nektarmyndir og dreifa þeim, sem sagt senda á stelpur en þessu myndum er ekki sem sagt áfram miðlað. Þannig að það svona kannski segir okkur hverjir gerendurnir eru og þetta svona, þannig að sko, og mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga að þetta er ekki bara stelpur sem er að taka sér nektarmyndir og er að senda sér nektarmyndir, þetta eru strákar líka, en þeim er ekki áframmiðlað. Þannig að stelpur að sitja uppi með skömmina, sko. En svo er líka áhugavert að því að eftir ég fór að skoða þetta fyrirbæri, að þá sem sagt tók ég eftir því að ég fór sem sagt út í það innihaldsgreina íslenskt hrelliklám. Ég tók fyrir sem sagt ákveðna vefsíðu og tók fyrir bara ákveðin hluta af þeirri vefsíðu, en þetta var bara það mikið magn að ég hef aldrei komist yfir það að innihaldsgreina allt sem að væri umferð, sem að ég taldi mig trú að ég gæti sko í upphafi, þannig að ég held að þetta var bara miklu stærra. Já, ég held í alvöru að þetta væru kannski 10-20 myndir sem að alltaf sömu myndirna sem væru að poppa upp svona hér og þar, en kom síðan snemma því að ég þyrfti að afmarka mig. Bara iðnaður. Þetta er bara iðnaður og þarna sko sá ég líka að í langflestum tilfellum eru þetta myndir af stelpum, en þar sem að eru myndir af strákum að þá svona gat maður sé það á samhenginu að í flestum tilfellum þá voru þeir að setja myndirnar sjálfir og þá þjóna náttúrulega myndirnar einhverjum allt öðrum tilgangi. Það var það svona gert til að undirstrika karlmennsku þeirra. Sem segir manni að þetta hefur allt aðra merkingu. Það er ekki þessi skömm.
þeir sitja ekki upp með þessa skömm eins og stelpunar sem mjög áhugavert og segir okkur heilmikið. Hvernig stóðið þú fórst að skoða þetta? Já, það er svolítið áhugavert. Já, sko það var nú þannig að Jafnréttisstofa auglýsti eftir mastersnema til þess að rannsaka hrelliklám. Og ég einhvern veginn bara í einhverju bríari ákvað að sækja það og fékk og það nú svolítið langt síðan ég hóf þessa vegferð. En þetta bara þannig viðfangsefni líka því að ákvað að nálgast þetta þannig. Ég hugsaði með mér, nú einhvern veginn hefur orðið mikil vitundavakning um þetta sem einhvers konar samfélagslegt mein sem við þurfum að fara að takast á við. Og sem betur fer hefur orðið mikil umræða þetta svona upp á síðkastið. En að sama skapi þá vantar okkur við vitum ekkert almennilega hvað við erum að fást við. Að þetta hefur ekkert verið skoðað. Þannig að ég einhvern veginn hugsa með mér, ég ætla bara þá að fara beint í það að bara skoða hvað í umferð og fara þá út í það að innihaldsgreina þetta myndefni. Og eins og ég sagði áðan og þá einhvern veginn sá ég fyrir mér að þetta yrði mjög viðráðanlegt verkefni. Þetta yrði bara einhverjar 20 myndir og þetta tæki mig bara 2-3 vikur og að greina þetta og þar með væri ég bara komin með fína rannsókn og svo einhvern veginn bara áttaði mig á því að þarna bara hafsjór af efni. Þannig að það var svona fyrsta sjokkið og þá bara þurfti einhvern veginn að bara endurhugsa þetta og þurfti bara strax að fara einhvern veginn að afmarka mig og ákvað þá að afmarka mig við inn á tiltekna vefsíðu sem hefur svona ákveðna sérstu vegna þess að þetta þess síða sem hýst í Panama en hún hefur samt hýsir Íslands svæði sem sérstaklega ætlað til dreifingar á íslensku myndefni eins áhugavert og það nú Þannig og þá sá ég fyrir mér þá getur bara innihaldsgreint allt sem þá á þessu svæði en kom síðan að því að það væri ógerningur þannig ég þurfti strax að afmarka mig bara við nokkra síður inn á þessu svæði og svo var svona næsta sjokk var að eða því miður þá kannski kom það manni ekki óvart það kannski frekar staðfesti svona þær grunnsemdir sem maður hafði að þarna eru þolendur flestir á aldrinum svona 16 til 18 ára gamlir þeir sem eru aldursgreindir en þarna verið óskað eftir myndum af stelpum allt niður í 13 ára aldur og það bara eitthvað sem maður skilur ekki þannig að það var svona og svo náttúrulega líka bara eins og þú varst að tala með þetta með iðnað að það svona helltist yfir manni þessi tilfinning þegar maður fór að skoða þetta bara þarna erum við bara komin með eins og ég upplifði þetta erum við komin með afleiðingar, klámvæðingar bara beint í fangið og einhvern veginn þetta snýst ekki eitthvað kynlíf eða neitt Nei og þetta ekki einhver stakar myndir þetta bara kúltúr, skiljum mig þetta bara, og þannig bara búið að normalisera einhver viðmið og einhverja hugmyndafræði sem einhvern veginn og eins og ég segi, þetta eru fyrst og fremst þetta kynbundið vandamál, þetta eru fyrst og fremst stelpur sem lenda í þessu þarna af þessum myndum sem ég var með, það var þetta í 97% tilfella stelpur þannig að þarna einhvern veginn búið að normalisera þessa hugmynd að kvenlíkaminn sé eitthvað sem að karlmaðurinn einhvern veginn hann á tilkall til þess að hafa eignarrétt yfir kvenlíkamann, hann má njóta kvenlíkamans eins og honum sýnist konan sett í einhvers konar svona þjónustu hlutverk konum gert að svona kvenlíkaminn þjóna fyrst og fremst í hlutverki að gleðja þá í þessu tilfelli sjónrænt þannig að þetta svona einhver rosaleg brenglun á viðmiðum sem að náttúrulega bara mínu viti bara klámvæðingin stendur fyrir, klámvæðingin miðla með mjög öflugum hætti fyrir að fyrsta klámvæðingin mjög svona karllæg vegna þess að hún gengur rauninni út á það að miðla einhverju hugmyndafræði hvað komi körlum til, skilurðu mig og eins og ég segi, og konur settar í þetta hlutverk að koma til móts við þarfir og langanir karla og þar líka koma náttúrulega inn ranghugmyndir varðandi það hvað konur vilja að þær vilji vera viðfang karlmanna þannig að sett upp í kláminu að þær vilji vera viðfang karlmanna þær vilji beygja sig undir þeirra vald þær vilji vera teknar þú veist og vera svona leikföng karlmanna þannig að í klámefnið fyrir unga menn og unga drengi að horfa þá miðlar að þeir
misskilningi að konur og kallar, sko þessi sexi að konur og kallar séu ekki jafningjar í kynlífi, sko. Akkurat. Og ég held varðandi klám að þá, sko, er mjög mikilvægt að halda því til haga. Við erum annars vegar með, sko, klám og svo erum við erótískt efni. Og þetta tvennt er ekki það sama. Og sko, þegar við erum að tala um klám, sko, það var margir farið út í það verkefni að hérna bara innihaldsgreina klám. Innihaldsgreina það sem við getum kallað mainstream klám. Og fara þá bara í það verkefni að bara innihaldsgreina, bara taka topp 100 vinsalustu klámmyndina hverju sinni og vinna innihaldsgreina þær myndir og út frá því vinna þá einhvers konar skilgreiningu sem nær þá mjög vel að fanga í rauninni hvað er mainstream klám hverju sinni. Og þegar þú skoðar þessar vinsalustu klámmyndir sem eru í gangi hverju sinni þá ganga þær í grunninn út á sko kynferðislega niðurlægingu, það er ganga út á ofbeldi, það er mjög svona skýr valdastrúktúr og náttúrulega yfirleitt eru þetta þá konurnar sem er að verða fyrir ofbeldi og verða fyrir kynferðislegri niðurlægingu. Þessar síður sem þú ert að skoða varðandi hrelliklámi, er þetta ekki bara svona eins og bara einhverja uppboðssíður, skilur það á kvenlíkamann, þú veist, virkar þetta ekki akkurat þannig? Þarna er bara kvenlíkaminn orðin söluverningur, já. Ég bara, mér finnst ágætt að lýsa þessu sem svona býttimarkaði. Þetta er náttúrulega ekkert annað en einhvers konar býttimarkar og í rauninni aðaldreifingin fer ekki fram þarna á þessu miðli. Þetta er eins og þú segir svona uppboðs vettvangurinn. Að þarna eru menn að auglýsa varningin sinn. Þeir setja inn svona, getur við sagt svona teaser, þeir setja inn kannski Facebook-prófílmynd af viðkomandi, segja, heyrðu, ég á nektarmyndir af þessum einstaklingi og þeir náttúrulega setja ekki nektarmyndirnar þannig eins að þeir náttúrulega vilja ekki gefa varningi sinn frítt, heldur vilja fá náttúrulega eitthvað annað í staðinn í skiptum fyrir sinn varning, þannig að þeir segja, ég á nektarmyndir af Jónu og vil fá nektarmyndir af Pöllu í staðinn. Hvernig getum við sporna við þessu, hvernig getum við breytt hugsunarhættinum og þá þurfum við líka að vera meðvituð það og sjá það að það er náttúrulega alveg ljóst að allir þessir ungu menn, eða ekki bara ungu menn, bara allir þessir kallmenn sem eru þarna inn á þessum síðum og eru í þessum bíttum, þetta er ekki allt vondir menn, þetta er ekki illskan holdi klædd, þetta er bara alls konar menn. Marglaga menn, kaflaskiptir menn sem að geta bara verið sko fjölskyldufeður og góðir feður og eiginmenn og bara verið að standa sig á ýmsum sviði lífsins, en svo er þetta í gangi. Og það er svo mikilvægt að segja þetta vegna þess að það að bara afgreiða hlutina með að skrýmslavæða gerendur í svona verður ekki til þess að breyta hlutunum, skilur vegna þess að það langar engan til þess að vera vond manneskja, það er fæst að langa það og langar engan til þess að vera eitthvað skrýmsliðin sem er eitthvað að býta á kvenlíkum inn á einhverju síðu, skilur, langar engan verið í stað, þannig að þá þurfum við að skoða, sko, hvernig getum við breytt bara, skilur, afstöðunni, bara almennt í samfélaginu og dregið bæði kalla til ábyrgðar með konum, látum við vera á sama stað, sjá þetta frá sama sjónarhorni, skilurðu. Það er að leiða fólk saman þannig að sjá þetta frá sama sjónarhorni. Og eins og við vorum að tala hérna á undan þættinum, þannig að maður svona setja fingurinn á eitthvað sem hefur skipt máli og hefur gert það. Það er akkurat ár síðan að það fór af stað átækið hérna, Fríða Nippul, frelsum þetta er að geirvörtuna, frelsum brjóstin, sem var stórfellig bylting, svolítið misskilin í upphafi, en kannski fólk, og er kannski en var ofboðslega, sko, og þar voru líka komið kallar inn í það sem stuðningsaðilar kvenna, ég meina voru komið birtust myndir úr Sundlaugi Reykjavík sem að voru berbrjósta konur og ungir kallmenn berir ofan til þess að staðfesta að þetta er, skiluru, hérna, við erum saman í þessum skilaboðum. En margir misskildu þetta og héldu að þetta snerist það að konur vildu hafa sama frelsi og kallar til þess að vera bera ofan, bara hvar og hvernig sem var. Sem var alltaf ekki hugsunin. Varandi þetta sem að bara aðeins að koma inn á, sko, talar hérna karlmennina að þeir sem sagt
séu ekki, fæðist ekki með hérna í rauninni þessar hvatir, annarlegu hvatir og mér finnst ágætt að vísa í vitnað til hennar Gail Dines sem svona sú fræðikona sem hefur rannsakað klámið hvað mest og þessar svona svokölluðu nauðgunar menningu að mér finnst ágætt sem að hún hefur talað þetta að karlmenn þeir fæðast ekki nauðgarar. Þetta gerist ekki í einhverju tómarúmi. Þannig að sko mér finnst kannski of langt gengi að tala um gerendur í hrelliklásmálum sem fórnarlömb en samt að einhverju leyti þá náttúrulega auðvitað eru þeir líka bara afsprengi þeirrar menningar sem þeir alast upp í og eins og ég segi þessi hugmyndafræði hún sprettur ekki upp úr einhverju tómarum og þeir náttúrulega bara miðla eðlilega bara því sem að þeim gildum og viðmiðum sem í gildi í kringum þá. En það sem náttúrulega gott við viðmið og svona gildi og hugmyndir og svoleiðis að það bara, þau eru mannanna verk og þess vegna getum við breytt skilur við. Og verandi Fríði Nippul að þá mér fannst það svo magnað fyrirbæri og ég hef bara nánast bara hroll bara við að hugsa hana sko. Og það var svo einhvern veginn það var svo mikil vitundavakning líka fyrir mig sem svona miðaldra feministi. Ég held bara fyrir að fyrsta þá bara þarna í fyrsta skipti neyddist ég til að horfast í augu við það, ok, ég miðaldra. Allt í einu var bara komið fram einhver ný kynslóð af feministum með einhverja bylgju sem ég var ekki með og ég einhvern veginn bara hvað að gerast og ég bara klóraði mér í höfðinu og bara skildi ekkert hvað þar voru að koma og hvert þar voru að fara og ég viðurkenni það alveg. Ég svona pínu bara, sko, ég þurfti aðeins að staldra við og hugsa, býtu, hvað þetta? Kyngja þessu bara. Já. En þá náttúrulega var ég farin af stað í þessari rannsókn minni, var svona aðeins svona garf í þessu og var náttúrulega aðeins svona átta mig á því að ungt fólk í dag, það náttúrulega alast upp í einhvern allt annan veruleika en ég. Sko, núna erum við með kynslur sem að sko alast upp, sko, þau losna hvergi frá áreiti fjölmiðla. Þú veist, þau eru bara með sko þessar stafrænu miðla bara í andlitinu, allan daginn, alltaf. Og þetta er náttúrulega rosalegt áreiti. Og bara auðvitað hlýtur að hafa áhrif. Það sem svo frábært við svona aktivisma er að þarna náttúrulega verið að ögra einhverjum sko samfélagslegum viðmiðum. Að þær voru náttúrulega bara svona að kanna mörkin. Og það sem gerist náttúrulega þegar verið að svona ögra og svona kanna hvað mörkin liggja, þá náttúrulega bara það er óþægilegt, skilur við verðum vel svona pínu vandræðileg sko. Og þetta svona, og það er alltaf óþægilegt að vera að hrista upp í einhverjum svona rótgrónum hugmyndum og einhverjum gildum sem við erum bara fann að taka sem gefnum og erum hætt að setja spurningamerki við. En það sem er svo frábært náttúrulega við svona aktivisma er að þetta neyðir okkur til að einmitt að fara að spyrja spurninga, setja spurningamerki við hluti. Eins og í þessu tilfelli, af hverju mega konur ekki fara í sund, bera rofa? Hvað er það í samfélaginu okkar sem að setja okkur þessi mörk og hvað hefur breyst frá því að sko við vorum unglingar og sko við erum alast upp á þeim tíma og það þótt ekkert tiltökumála að konu var að rífa súr að ofan og góð verið stögum. Það einhvern veginn bara var enginn að kippa sér upp við það. Sko í þessu samfélagi sem að samt einhvern veginn er, sko það flæðir allt í nekt. En samt er verið að setja okkur rosalega skýr viðmið það hvar og hvenar það er í lagi fyrir okkur að sýna nekt. Skilurðu mig? Og það segir okkur að það hefur orðið rosalega einhvern veginn afturför sko, og þannig erum við aftur komið með bara afleiðingar klámvæðingar að þetta sýnir okkur bara hvað er búið að ofur klámvæða kvenlíkamann að núna einhvern veginn bara er kvenlíkaminn fyrst og fremst afgreiddur sem svona kynferðislegt viðgang og gengisvirði konunnar er fyrst og fremst metið út frá því hversu kynþokkafull hún er, hversu sexy er hún og við megum bara sýna nekt sko þegar það þjónar einhverjum ákveðnum tilgangi, þegar þjónar þeim tilgangi að vera sexy eða þjónar þeim tilgangi að markaðsetja einhverja vöru, þá er í lagi að sýna nekt, en það er ekki í lagi fyrir mig að sko að það glitti í brjóst, sko ef ég set brjóstagjamyndun á Facebook eða Twitter, þá er það ekki í lagi. Það er tilkynnt sko. Þannig að Fríði Nippul-herferðin, hún alltaf gekk út á það að þarna eru sko þessar ungu stelpur að taka
sko vald aftur yfir eigin líkama. Og slá kannski svolítið vopnin úr höndunum algjörlega. Á þeim sem að eru að nota kvenlíkamann sko í hrelliklámi og annað með því að koma bara með hann einhvern veginn á eigin forsendum. Nákvæmlega, þarna ertu með ákveð lykilatriði að þær sögðu, heyrðu, við viljum fá að bera rófan á eigin forsendum. Við viljum fá að geta sýnt nægt þegar okkur sýnist og okkar eigin forsendum. Ráðum yfir líkam okkar. Já, og þetta, þú veist, ég vil ekki bara geta sýnt á mig brjóstin þegar ég vil vera sexy. Ef mér er heitt og ég er í sundi, ég er í sólbæ, ég vil ekki fá að fara eftir bikini, þá vil ég geta farið úr ofan án þess að það sé orðið eitthvað ofur klámfengið eða skilurðu að kalla sig bara spangolandi í kringum mig, sko, ráði ekki við sig, sko, skilurðu. Já, akkurat. Og ég held nefnilega að þetta er svona eitthvað sem að svona margir hafi ekki alveg fattað þetta inntak. Að ég held svona í kjölfari þá svona fór af stað mikil umræða hrelliklám sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Og eins og þú segir að þarna voru náttúrulega líki leiðinni að gengisfella hrelliklám. Bara að segja, heyrðu, sko... Já, ég bara taka vopnin úr þeirra höndum og í sínar. Og þetta, þið get ekki nota þetta lengur sem vopn eða kúnatæki. Við ætlum að gera þetta á okkar forsendum. Þetta er enda bara frábær lokaorð og bara takk Hildur Friðriksdóttir fyrir að koma og spjalla þetta við mig og fara yfir þetta allt saman. Þetta var ótrúlega áhugavert. Takk. Og við kveðjum hérna Kaffi Laut og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.